Jæja, ég er komin hérna Eystra Miðfelli í Hvalfjarðarsveit. Hér búa hjón sem hafa verið að starfa á stærsta kúabúi landsins og tóku við hérna þegar þetta var minnsta kúabú landsins. Við skulum heyra hvernig þetta hefur gengið allt saman hjá þeim. Það hvíslaði ykkur að mér að þið höfðu verið starfandi á stærsta kúabúi landsins og svo tekið við í minnsta. Já, það er rétt til eftir þér. Á þeim tíma þá vorum við bústjórar vestur á Mýrum á Þverholtum og þar var mjólkað tíma með 5 róbótum. Ég held ég geti leyft mér að segja það er engin með 5 róbóta í dag mjólkandi en svo byrjum við hér og þá byrjum við hér með 4 kýr 2014. Voru 5? Já, voru 5 reyndar og 2 kálfar. 2 kálfar. Það má ekki gleyma þeim. Hvað gerðist eiginlega síðan? Það gerðist margt og það þegar allir leggjast á eitt að þá verður eitthvað úr því og sem að gerist nú hjá okkur og við höfum farið það svona hægt og rólega að byggja okkur upp og það hefur gerst þannig eins og við sér það er töluvert af kúm og við erum komið yfir 60 kýr í dag og erum með töluvert nautaeldi líka og það gengur bara vel, maður getur ekki annað sagt. Ykkur myndi nú halda að 60 mjólkandi kýr væru full vinna og jafnvel fyrir 2-3. Þið eru alls ekkert bara heima að mjólka, þið eru út allar koppa grundir að sinna alls konar öðrum störfum. Er það þú sem heldur þessu uppi? Nei. Ég frétti nú samt að þú voru mjög dugleg og þau gætu þetta ekki hana því. Með bróðin. Hún er rosa dugleg með bróðin sinn, þar sem ég vinn náttúrulega í Borgarnesi, 90% vinnu, sjúkraliði. Hún reynir svo að hjálpa til hér á kvöldinu helgar. En þú ert líka verktaki og selur mold og... Já. Það var gaman að kemur inn á moldina því við höfum verið tölvöld að vinna mold og selja mold sem hefur bara gengið vel og við höfum selt svolítið mold frá okkur og það er svo sem bara ágætt svona auka En svo aftur á móti sinni ég til dæmis snjómokstur hér í sveit yfir veturinn og svo er ég með gröfur sem ég geri út í sveitinni og er verið að hreinsa búið skurði fyrir bændur og svona alls konar viðvikum hingað og þangað sko. Ég hugsa nú að margir telja að það sé ekki hægt í dag að kaupa 4 kúa bú ásamt brúðkaupsbelju sem fylgdi með líka og svo við höfum 5 stykki líka með 5 kýr og 2 kálfar og vera komin upp í 60 mjólkandi kýr. Þetta hafðist hvernig? Með moldarsölu og hamburgurum beint á bæ? Nei, við gaman að kemur inn á hamburgara líka að við höfum selt töluvert mikið hamburgurum og það hefur gengið vel og það við erum alltaf uppseldir með hamburgara og það þeir seljast bara jafn og þau koma í hús En þetta er alveg hægt með hjálp góðra manna og góðs fólks sem í kringum okkur og þetta er bara bændur þeir sem stunda í raun og veru landbúnað, þetta er duglegt fólk upp til hópa og það verður ekki að þeim skafið að það er ekki vinnusvik þar. 5 róbótar segiru á búinu sem að þið voruð á áður og nú eru þau komið 1 róbót. Mér fannst líka gaman að heyra að þið fóruð ekki í bara að rífa allt út og setja allt nýtt. Þetta var kannski ekki hægt þannig, þið fóruð aðra leið. Já, við gerum svolítið aðra leið. Við fórum svolítið aðra leið þessu, við breyttum bara húsum sem voru til og auðvitað svo sem er gaman að vera í nýju, ég segi það ekki, en það kostar líka bara helling og við gerum svolítið aðra leið og við bara Það sem við stöndum núna var þetta ekki... Gömul þurrislaða til dæmis. Já. Sem við breytum til ljósagang og þegar við komum á sínum tíma þá var allar ekki bundnar á bás. Allar þessar 4 eða 5. Það var allar bundnar. Og hér var svo sem mjaltagrifið með sem að tók 10 kýr og hér bjuggu áður fyrir móðurbræður mínir með myndarbúi og bjuggu hér með 60 kýr alltaf. Þú varst í sveit, eða ekki? Jú. Og þeir ólu mig upp í þetta sem ég er í dag. Þannig að ég verð að halda heyrinum fjölskyldunni uppi. Þannig það þýðir ekkert annað. En þú hins vegar hefðir ekki svo mikið sem klappað belju áður en fóruð á Þverholtum? Nei, ég held bara í fjölskyldu húsdýragarðinum sko. Þannig að það var aðeins að kenna mér að umgangast þær og ég var skítrædd við það fyrst. En
ég myndi hvergi annars staðar vilja vera, en að hafa þær hjá okkur sko. Ég þykist vita að það sé ekki hægt að fara úr 4-5 kúm yfir í 60 nema með miklum dugnaði. Þið voruð ekkert mikið að taka frí, það? En þegar þið tóku frí þá gekk það hvernig fyrir sig? Nú, við tökum alveg feikna frí alltaf einu svona ári. Tökum við 1 viku og förum til Spánar. En hann byrjaður eftir 4 daga. Jæja, við eigum ennþá 3 daga eftir helga, erum við ekki að fara heim. En ég væri til í að vera 2-3 vikur sko. Já, það. En ekki hann. Það misjafn áhugamálum. Þið eru með álverið alveg bara í túnfætinum. Já, það þetta rétt hjá þér. Það hérna bara, þetta eru nágrannar okkar og bara ágætis nágrannar okkar. Allána þegar við komum inn þá var álverið komið. En hérna, ég veit ekki, þetta styrkir svo sem bara stöðuna hérna allan á atvinnulífinu hér í kringum okkur. En svo ef það verður hægt að framleiða álag einhvern tímapunkti þá getum við svo sem bara flutt kýrnar hann nýrtir. Það verður konum við fjós. Já, miðað við það að fara úr 4 í 60 á svona stuttum tíma þá hefur við geta gert það líka. Já, þá vorum við kannski smala hérna saman á grónum. Okkur komið uppbúti, við veit það ekki. Þið hafið líka verið að selja á veitingastað hérna á Akranesi og kannski á fleiri stöðum? Aðalega gamla kaupfélagið út á Skaga. Þeir hafa verið með eina bestu hamborgara landsins og marg viðurkenndir. Það hlotið velunni hana, hamborgara hérna sem hjá þeim sem hefur toppað allt sem hægt að toppa þessum hamborgaraskala. Í fyrra sumar hamborgarinn frá þeim, með kjöti frá okkur. Já. Svo kallar haltu kjafti borgari. Já, ég kunni ekki við að segja nafnið. Og þetta voru fyrstu velun fyrir besta borgaran? Já, hjá þeim. Og þeir strákarnir að gera góða hluti. Þannig að enda með úrvalsáöfni þá getur ekki klikkað.